Keflvíkingurinn Ragnheiður Elín Árnadóttir og fjölskylda hennar fluttu til Parísar fyrir 3 árum þegar heimsfaraldur geisaði. Þessi fyrrverandi ráðherra og þingmaður nýtur sín nú í borg ástarinnar, matar og vína, en hún hóf störf hjá henni merku stofnun OECD sem á okkar ylhýra máli nefnist Efnahags- og framfarastofnun. Ragga segir að í þessum kafla hennar í lífinu sé draumur að rætast, en við ætlum að byrja með henni í því sem við svo mörg elskum, innan mat og mikið af honum. Okkar kona kann því ekki illa að geta gengið nánast í næsta hús frá heimili sínu í París á stóran matarmarkað þar sem hún getur keypt sér girnilega steikur, ferskan fisk, grænmeti, osta og fleira beint frá bíli. Það ekkert sérstaklega gott að koma hérna svona svangur eins og ég nú. En notið þessa markaði, hennar markað mikið? Já, mjög. Þetta náttúrulega innan við 2 mínútna göngu frá þar sem við búum og sérstaklega förum við á sunnudögum, kautum svona góða sunnudasteik eða sunnudagsfisk og ferskti, grænmeti, blóm. Þetta vinsælt hjá heimamönnum, eða ekki? Hér alltaf fullt. Stærstu dagarnir eru sunnudagar. Þá yðar hverfið að lífi, þangað til klukkan 1:30 þá tæmist það þegar þá fyrir allir heim að borða. Fiskinn. Það ekki amalegt að þetta sé í 2 mínútna fjarlægð frá heimilinu hans. Nei, Gíslimartirnir rosalega ánægðir með mig með bíllausa lífstælinn hérna. Við ætluðum að kaupa okkur bíl svo fætti að við vorum bara að búa hérna í svona 6 mánuði að við vorum ekki búin að það, við erum að fara að drífa okkur að kaupa bíl. Svo horfðum við hvort á annað og svona, hvenær höfum við nátt á hann? Þannig að við erum ekki aðeins búin að kaupa. Og ætlaði ekki að gera það eða? Jú, örugglega. Við erum ennþá þannig að okkur finnst við ekki þurfa að fara út úr bænum til að komast frá París eins og margir sem að, það er náttúrulega svo margt hægt að skoða bara í 2-3 tíma keyslu. En við erum ennþá bara, og ég er að ferða svo mikið út af vinnunni, að mér finnst ekkert eins gott eins og að vera bara heima þegar ég er frí. Og París, við erum ennþá að uppgöta hana. Ragnheiður og Guðjón Ingi Guðjónsson, maður hennar, og synirnir Helgi Matthías og Árni Þór ásamt hundinum Lubba fluttu til Parísar árið 2021 þegar fyrrum ráðherrann og pólitíkus til 20 ára fékk þetta starf hjá OECD. En hún stýrir einni af hennar undirstofnunum sem heitir OECD Development Center sem útleggst sem þróunarmiðstöð. Þau búa í skemmtilegri íbúð á 4. hæð í útjaðri borgarinnar með fallegu útsýni frá stórum svölum þar sem við tiltum okkur niður og byrjum á því að spyrja hana út í veruna þar ytra og auðvita veðrið. Jæja, Ragnheiður, við sitjum inn út á bara svölum hjá þér sem eru ansi góðviðris vordegi hérna í París. Er alltaf svona gott veður hérna? Hvernig er að vera hérna? Það er yfirleitt ágætt og mun betra heldur en kannski maður er alinn upp við. Þessi vetur hefur samt verið þannig að við erum farin að hljóma dálítið eins og Parísarbúar, kvarta yfir rigningu og gráma. Þegar ég flutti hérna fyrir 3 árum þá skildi ég geta tuð í frakkanum. En þetta er ljúft, þetta er mjög ljúft. Miðar þetta við Ísland, Keflavík og þá er þetta svolítið öðruvísi? Það toppar náttúrulega ekkert Keflavík. Við erum sammála það. Ég held að það sem gerist þegar maður flytur til útlanda að maður verður aldrei meiri Íslendingur. Og maður saknar hluti á Íslandi þegar maður er í burtu og þegar maður er á Íslandi þá saknar maður einhvers annars. Þetta var bara alveg ótrúlega góður tímapunktur fyrir okkur, fjölskylduna og bara við vorum alls svo tilbúin að fara og skoða eitthvað nýtt og prófa og þegar ég fæði þetta starf þá voru allir bara til í þetta og kátir og þetta hefur gengið allt alveg rosalega vel þannig að auðvitað þetta er mjög ólíkt því sem að svona gamla lífinu á svo margan hátt en á meðan allir hafa
nóg fyrir stafni og eru ánægðir, þá gæti þetta ekki verið betra. Gekk vel fyrir aðra fjölskyldumeðlimi aðalagast að fá starf og svona Guðjón maðurinn, hann getur unni héðan og strákarnir í skóla. Skóla, já. Guðjón við erum svo heppin að Guðjón að vinna fyrir íslenskt fyrirtæki en skrifstofan bara hér á skrifstofunni í íbúðun okkar. Þannig hann heima sem mjög gott af því að ég mjög mikið á ferðalögum. Strákarnir eru báðir, eldri sonur minn sonur okkar á öðru ári í kvikmyndaskóla og útskrifast næsta eftir ár með BA-próf úr kvikmyndagerð og svo yngri hérna í American School of Paris sem frábær skóli og algjörlega blómstra strákurinn og umfram allt þeir eru báðir mjög hamingjusamir og ánægðir með það sem þeir eru að gera og það sagði mér einhver góður maður að þú getur aldrei verið hamingjusamari en óhamingjusamasta barnið þitt þannig að ég mjög hamingjusam. Skrifstofa Ragnheiðar ekki langt frá heimili þeirra eða það bil kortersgangur. Við förum þangað á 2 jafnfljótum með smá hádegisstoppi á veitingastaði í nágrenninu en þeir eru margir. Við förum í gegnum öryggisleit til að komast inn í þessa stóru stofnun en þar starfar fullt af fólki. Ragnar Elín, við erum stödd hérna á skrifstofunni hjá OECD. Segðu okkur aðeins frá þessari stofnun, hvað íslenska nafnið yfir hana og hvað starfið þitt hérna? OECD skammstöfun á ensku fyrir Organization for Economic Cooperation and Development og íslensku það efnahags- og framfarastofnun. Og þetta rúmlega 60 ára gömul stofnun og ég veiti forstöðu einni undirstofnun eða deild sem heitir OECD Development Center. Það sem að OECD gerir, það svona samtök 38 þróaðra ríkja sem svona, ég slett á ensku, like-minded sem að vinna stefnumótun og svona efnahagsstúdíum og svona koma á breytingum á stjórnkerfi eða á skattkerfi, menntun, öllu sem að þjóðfélagi varðar. Ég að gera nákvæmlega saman nema ég með augun á önnur heimsvæði sem eru ekki endilega meðlimir að OECD. Þannig að við erum að vinna að bættu lífi fólks á sama hátt og OECD að gera það. En ég með 54 meðlimi, þar af 29 sem eru ekki þróuríki í Afríku, Asíu og Suður-Ameríku. Þannig að þetta ótrúlega fjölbreytt og skemmtilegt, svona vinnur með bara allt það sem að snertir manneskjunni í rauninni. Hver tilurð samtakana? Hvernig urðu þau til? OECD sjálft var stofnað í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar, svona þegar var verið að hugsa svona heimstrúktúrinn upp og ný að stríði loknu, ein af Bretton Woods stofnunum og þarna komu saman ríki og Ísland meðal stofnaðila sem að vildu passa upp á grunngildin, frjáls viðskipti, lýðræði, efnahagsleg þróun og að vinna að leiðum til þess að svona setja mörkin, standardana og fá þjóðir í lið með sér til þess að vinna saman að slíkum framfaramálum. Stofnun sem ég veiti við forstöðu, hún stofnuð ári síðar að undirlagi John F. Kennedy, þá Bandaríkjaforseta, sem að vildi búa til vettvang fyrir þróuð og þróunarlönd til þess að koma saman til þess að ræða einmitt þessi sömu mál og OECD að gera nema meira út frá veruleika þróunarlanda. Þannig að þess vegna erum við svona eins og svona lítið OECD að vinna að sömu málunum en með fókusinn dálítið meira út frá raunveruleika þróunarlanda. Hvernig náðu þið tengingu á þessa staði eins og í vanþróunarlöndunum? Við erum með mjög sterkt net. Við erum með náttúrulega 54 aðildarríki og eins og ég segi 29 sem ekki OECD-lönd og síðan þannig við vinnum með þau og við erum bara með stjórn þar sem að sitja fulltrúar 54 landa og allir hafa jafnan atkvæðisrétt og þetta alltaf á svona jafn réttisgrundvelli og það er það sem einkennir, það sem gera það sem ég að gera svo ótrúlega skemmtilegt að þarna hafa bara allir sömu rödd. Það enginn sem og þetta allt saman unnið í samstarfi. Síðan vinnum við mikið með
eins og African Union, Afrikusambandurinn sem eru samtök 54 Afrikuþjóða. Við vinnum með Sameinuðu þjóðunum, öðrum alþjóðastofnunum, ríkja svona, samtökum hingað og þangað. Þannig að við erum ótrúlega vel tengd og erum með allt sem við gerum er í einhvers konar samstarfi bæði annarkvort við ríkin eða við aðra stofnanir eða jafnvel við erum að vinna líka með einkaaðilum, erum með svona network fyrir einkaaðila eða fyrir fyrirtæki. Þannig að þið náið tengingu við heimafólkið í gegnum þeirra aðala. Já, við vinnum með ríkisstjórnum og ráðherrum og ráðuneytum og félagasamtökum á hverjum stað, bara eftir hvað við erum að vinna. Við til dæmis gefum út í hverju heimsálfu gefum við út svona efnahags svona árlega svona efnahagslegt rit, þar sem að við vinnum eins og í Suður-Ameríku þá erum við að vinna með Sameinuðu þjóðastofnun sem að hæfi sig og er stödd í Tíle eða staðsett í Tíle. Hún er að vinna þetta með okkur og síðan skrifum við kafla hvert og eitt einasta land sem er aðili hjá okkur og það vinnum við bara með aðilum á hverjum stað. Við gefum út til dæmis erum með staðal, svona standard fyrir jafnréttismál sem heitir Social Institutions and Gender Index sem að mæla í rauninni hvað er ekki toppin á ísjakanum sem að hvað eru marga konur á þingi og stjórnum og allt þetta, heldur hvað er það sem kemur í veg fyrir að jafnrétti náist og þá eru það oft bara skrifuð og óskrifið lög, hefðir, það að barna brúðir séu leyfðar. Ef að lítið stúlka á Fílabeinsströndinni vill verða forseti, hún er gift 12 ára, verður ófrísk 13 ára og þegar maður er ófrískur þá má maður náttúrulega ekki fara í skóla, þannig að þá fær hún ekki tækifæri til að mennta sig. Hennar leið til að verða forseti er dálítið grýtt. Þannig að við erum að rannsaka þetta og koma þá með svona tillögu að stefnumótun til þess að ryðja þessum hindrum úr vegi. Þannig erum við að rannsaka þetta í 179 löndum og erum með tengipunkta í hverju landi. Þannig að það fer bara eftir hvað við erum að gera, hvernig við nálgumst landið, en þetta er alltaf, við förum ekki bara og segjum, nú ætlum við að skrifa ykkur og þið að gera þetta svona. Það er bara, það er samtal, þarna er búið að finna eitthvað verkefni sem er brýnt og þá komum við að og vinnum það í sameiningu. Tökum svo aðildar löndin og búum til svona fókusgrúpu til þess að ræða þetta og þannig að allir læri af hverjum öðrum og síðan er útkoman sem að úrlausnin er unnin með alla bestu vitneskjuna fyrir höndum, eða fyrir augum. Hvernig fékkstu þetta starf? Það er nú bara mjög einfalt að segja frá því, ég sótt og fór í gegnum mikið umsagnaferli þar sem að var svona áður maður komst í viðtali var langt og strangt ferli og umsóknin sjálf og síðan þetta var á tímum COVID þannig að þetta var alltaf rafrænt 10 manna panel af núverandi vinnufélögum mínum sem að tóku þátt í því sem að ég þurfti að sjarmera standa fyrir framan, já. Já, og eftir það þá var maður komin á okkur svona stuttalistan og þá var hálfur dagur í meiri einhverju svona hálfparti maður þurfti að fara í hlutverkaleik og setja sig í alls konar aðstæður, sálfræðipróf og persónuleikapróf og þar fram eftir göttunum og svo að því loknu þá fékk ég ofsalega ánægilegt símtal frá Matthías Kormann, framkvæmdastjóra OECD 15. júní 2021. Voru margir sem vildu þetta starf? Já, það var eitthvað rúmlega milli 100 og 150 eitthvað staðar, nálægt 150 held ég. Þannig að það var ekki bara hringt í þig af einhverju viniðinum og sagt það er jobbið tilbúið handa þér? Það var enginn sem hringdi mig, ég hringdi þá og það var enginn sem hringdi og var að lobbyera fyrir mig frá Íslandi. Það er ég var svona pínu þrjósk, ég vildi bara fá þetta, svona draumur minn er að rætast núna. Það sem ég ætlaði að verða þegar ég yrði stór, ég er orðin það, loksins er ég orðin stór.
Pólitíkin var svona hliðaskref, tók reynda 20 ár en hliðaskref. En ég vildi ekki notfæra mér það eða biðja eitthvað fá þrýsting frá Íslandi. Mér langaði bara einfaldlega að athuga hvort ég gæti þetta alein og ég sjálf og það tókst. En eflaust hefur pólitíkin reynsla þín þaðan hjálpaði þér kannski í þessu, þú ert náttúrulega búin að koma víða við í pólitíkinni og getur við sett það þannig hefur hjálpað þér. Klárlega, og það eiginlega það sem er svo skemmtilegt við þetta að eins og ég segi, þú veist, nú ég orðin það sem ég ætlaði að vera því er þið stór. Ég sá mig alltaf fyrir mér, ég fór í framhaldsnám í utanríkisþjónustu, mastersnám og byrjaði að vinna hjá útflutningsráði og ætlaði svo að reyna að komast inn í utanríkisþjónustuna og verða sendiherra og bara þannig. Svo bara eins og John Lennon sagði, life is what happens when you're busy planning other things, að mér var boðið starf sem aðstofamaður fjármálaráðherra, Geirs Horte, 1998 og það tók bara einfaldlega 20 ára minni ævi í alls konar hlutverkum í pólitíkinni og seinast sem þingmaður og ráðherra. En svo þegar maður lítur tilbaka og horfir á, maður er orðinn svo hrikalega gamall, sko, þegar maður horfir á þetta, þá raðast þetta svo vel. Og það er alveg ótrúlega ánægjulegt að finna það að þessi reynsla, þó ég hafi verið að vinna stefnumótun bæði sem þingmaður og í ráðuneytum, að sú reynsla, þó þetta sé bara litla Íslandi. Og ég var náttúrulega mikið líka í alþjóða, ég var í NATO og ég var í utanríkismálanefnd og mikið svona alltaf í tengslu við alþjóðastarf. Það er svo gaman að sjá hvað það nýtist vel í því sem ég er að gera núna, þó að ég sé að vinna með lönd sem ég hef bara lesið og aldrei ekki einu svona vita hvar í heiminum væru. Þá nýtist það svo vel vegna þess að á endanum erum við að vinna með að bæta líf fólks. Og við erum að vinna að því að bæta líf fólks með betri stefnumörkun, með því að gera kerfi betra, skilvirkara og slíkt. Og á endanum, það er sama hvort þú sért í Rúanda eða Reykjavík, fólk er fólk alls staðar. Fólk vill það sama, fólk vill öryggi, heilbrigðisþjónustu, menntun fyrir börnin sín, tækifæri og það er það sem við erum það sem maður vera að atast í pólitíkinni og það sem við erum að gera hér bara á annan hátt. Þannig að þetta er svo sannarlega nýtið svo reynsla og kemur mér líka óvart hversu oft ég tek Ísland sem dæmi í einhverju sem við erum að fjalla um. Það er eitthvað dæmi bara sem við erum að tala breytingu samt umhverfismála að þurfa að vera með orkuskipti. Þá tek ég alltaf dæmi hitaveituvæðinguna á Íslandi. Við fórum í græn orkuskipti, ekkert endilega þá vegna þess að þau voru græn, heldur olían í olíukrísunni 1970, hún var einfaldlega dýr og við höfum gefnað þessum Íslendingar og þá voru við sem betur fer með framsækna stjórnmálamenn og þá sem voru að taka ákvarðanir sem að ruddu brautina fyrir hitaveituvæðingu. Og þetta hef ég svo oft tekið sem dæmi, mörg lönd að fara í gegnum þetta núna og ég held að þó að við Íslendingar síðan náttúrulega bestur og frábærastir, þá held ég að við höfum ekkert endilega séð þetta fyrir, heldur vorum við bara að bregðast við krísu til þess að redda okkur. Og þetta reddast. En hvað er þetta, hvað getur þú sagt okkur starfið? Ertu yfir mörgum starfsmönnum eða er þetta stór skrifstofa? Já. Hún stödd við erum í París? Við erum í París og þetta hjá OECD vinna held ég eitthvað í kringum 4-5.000 manns. Deildin eða sérsagt direktoratið sem ég genum ekki alveg því. Við erum með 117 starfsmenn og þetta er meiri hlutin með doktorspróf, mikli sérfræðingar á öllum sviðum og það er líka forréttindin við að vinna hjá OECD. Þú ert að vinna, allir sem þú vinnur með eru ótrúlega mikli sérfræðingar á sínu sviði og hæfileikaríkt og mikið hugsun á fólk og útsjónarsamt í alls konar. Þannig að maður fær svo mikinn kraft, ég er svo stolt af liðinu mínu. Ég kom inn og ég segi, ég ætla bara að segja ykkur það, ég veit ekkert þróunarmál.
nema bara, þú veist, eitthvað úr þegar ég var í utanríkisráðuneytinu eða utanríkismálanefnd og þróunarsamvinnustofnun og eitthvað slíkt, en bara út frá mjög litlu. En ég þarf ekki að vita hvernig á einn einasta, hvert á einn einasta smáatriði, vegna sem ég er með sérfræðinga í hverju einasta smáatriði, mitt hlutverk, og það er það sem var verið að auglýsa eftir, einhver sem getur leitt þetta útskipta mannamáli hvað við erum að gera, tengt okkar starf innan og bæta svona vinnulag innan stofnunarinnar sem að mátti alveg laga og svona mynda tengsl hingað og þangað og tala fyrir hönd, koma fram fyrir hönd stofnunarinnar og það kann ég. Þannig að mér finnst þetta alveg ótrúlega skemmtilegt. Þetta er draumur að verða veruleika. Þú ert mikið á ferðinni og hvernig er það og ert að hitta mikið af hátsettu fólki hér og þar? Já, ég er mjög mikið á ferðinni. Ætli sé ekki svona að jafnaði 2 vikur í mánuði í burtu. Og þetta er svona af því að okkar samstarfsaðilar og meðlimir eru margir hverjir mjög langt í burtu, þá er þetta löng og ströng ferðalög og svo er svo mikið að gera að maður er ekkert að dvelja neitt of lengi, þannig að fljúga 16 tíma til Chile, vera þar í 12 tíma og koma svo aftur. Ég veit að maður á ekki að þetta er kolefnisjafnað og allt svoleiðis á vegum stofnunarinnar. En það er mikill partur af þessu sem að mínu starfi er að, eins og ég segja, koma fram fyrir hönd stofnunarinnar, annars vegar þessi sem ég ber ábyrgð á og síðan er maður beðinn af framkvæmdastjóra OECD að fara ef hann kemst ekki að koma fram fyrir hönd stofnunarinnar sjálfrar og svo erum við að gefa út efnahagsáætlun fyrir Suður-Ameríku eða Afríku, þá er það gert á staðinum og þá þarf maður að koma og kynna það. A conversar sobre esto junto a la directora del Centro de Desarrollo de la OCDE, Ragnar Elín Arnadóttir. Muchas gracias por estar con nosotros en CNN Chile. Thank you very much. I'm sorry my Spanish doesn't allow for me to respond in Spanish, but I can say sí, claro. The good news is there are more Africans being educated now than ever before. Mm-hmm. Also, the good news is there are more people, students graduating from higher education, and it's projected that between 2020 and 2040, that figure is going to double and be the most highest figure in the world. Við erum fjármögnum með aðildagjöldum og svo líka þurfum við sjálf að standa í fjármögnun og leita kostunaraðila fyrir ýmisverkefni og samstarfsaðila, þannig að maður er dálítið í því líka á þessum ferðalögum. Hvernig berðu þetta saman eins og við þegar þú varst að ráðherra? Að mörgu leyti er þetta eins. Þetta hlutverk sem ég var að lýsa. Og það er sannarlega pólitík innanhús hér, en það er samt allt öðruvísi pólitík. Og það er til dæmis þegar ég var að fara í viðtöl í pólitíkinni, þá hafði maður alltaf átti að, ég er að fara að móðgalla fjölmiðlamenn hér með að segja þetta, en það var svona, þú veist, reynum að finna gagnrýnispunktinn. Þegar ég er að fara í viðtöl núna, þá fæ ég spurningarna sendar á undan. Og þá er þetta bara svona, hér erum við bara að vinna, það deilir enginn það heldur enginn að OECD sé einhverjum pólitískum hugleiðingum, það er bara hvað segja gögnin. Þannig ég er bara spurð, maður fær bara spurningarna fyrirfram og þetta er allt bara mjög auðvelt, svona með að við gamla tíð. En ég er með miklu stærri einingu heldur en innar- og viðskiptaráðuneytið var ekki nema með 40-50 manns, ég er með rúmlega helmingi meira og fæ alveg ofboðslega góða þjónustu. Það er allt ofboðslega vel undirbúið og við erum með frábært teymi og ég er svona að reyna að innleiða þetta reddast pínulítið meira af því að það er Er þetta íslenska þetta aðeins? Það er búið að gerast aðeins að fá smá punki í þetta og þetta þarf ekki að vera leiðilegt, segi ég stundur sko, að því ég er ekki hagfræðingur og ég legg upp úr því bara nákvæmlega eins og þegar ég kom inn í fjármálaráðuneytið sem aðstofamaður, þú veist, það verður að vera hægt að skilja
hvað við erum að gera. Það ekki bara, þetta á ekki að vera bara fyrir fáa útvalda sem að lesa 300 blaðsíðna bækur og fara í gegnum þetta. Heldur verðum við líka geta, fengið fólk með okkur og það svona pólitíkin í þessu að koma því til skila sem er alveg rosalega gaman og krefjandi. Þetta mikið vinna, það mikið og því litunum til þetta eins og í pólitíkinni. Kemur Ísland eitthvað inn í OECD? Já. Ísland hefur verið stofnaðilega OECD og líka að mínu senteri og við erum ekki með stærsta sendiráðið en ég get alveg ótrúlega stolt sagt að okkar fólk, Unnur Orradóttir sendiherra, Pétur sem fulltrúinn í minnistjórn og allt þeirra teymi sem mjög lítið, það talað það, hvað þau eru að standa sig vel hérna, að hversu mikið þau komast yfir, að þau eru með náttúrulega sendir á gagnvart Frakklandi sem bara eitt og sér alveg nóg, þau eru með OECD, þau eru með UNESCO sem líka staðsetjandi í París og fyrirsvar fyrir mörg önnur lönd. Á einhvern hátt tekst þeim að og náttúrulega með ráðuneytið og stjórnvöld sér að baki að koma okkar skilaboðum og okkar áherslum og að svona geta lagt orð í belg og lagt til málana það sem við stöndum sterkt, til dæmis jafnréttismál og mörg svona framfarmál sem hafa komið fram á Íslandi, að geta lagt mikið til málana, þannig að Ísland er hér líka partur af svona norræna hópnum og ég myndi segja að svona miðað við, og ekki einu sinni bara miðað við þessa frægu höfðatölu, séum við að leggja mjög mikið til hér innan stofnunarinnar. Þú ert búin að vera þetta núna í 3 ár og þú varst að fá í rauninni hvað getur sagt, endurnýjun á næstu 3 ár. Hvað fólk lengi yfirleitt í svona starfi? Sko það í rauninni bara, fólk getur verið alveg endalaust með að klúðra ekki málum. Nei, ég var sérst ráðin til 3 ára og fólk á þeim stað þeim stöðum sem ég í, sem svona efsta lagið, við erum ráðin til 3 ára og með möguleika á endurnýjun þá önnur 3 ár og önnur 3 ár. Sá sem ég tók við, hann var búinn að vera í þessu starfi í 11 ár en í 30 hjá OECD, þannig að það eru margir búin að vera mjög lengi en svo erum við nokkur sem erum það er alltaf endurnýjun. Þannig við verðum allavega 6 ár og með hvað þessi 3 ár hafa liðið hratt þá ég ekkert endilega vissum að mér langi heim eftir 3 sko. Nei. En ef við förum aðeins lengra aftur í tíman, eins og þú sóttir til Bandaríkjanna, þið fórst í nám og þið langaði að vera sendiherra. Hvaðan kom það? Ég hef bara einhvern veginn alltaf verið með mikla útþrá. Þú veist, ég bað að fá fyrir sveiti, ég var krakki, svo fór ég í Kvennó en ekki í FS, svo fór ég til Bandaríkjanna í háskóla, svo skiptinni með þannig í millitíðinni. Það var einhvern veginn, mér langaði bara að sjá heiminn og hef alltaf haft áhuga á alþjóðamálum, alþjóðapólitík og langaði, og þegar ég var hjá útlandssvæði sem viðskiptafulltrúi í New York, það var svona þá besta jobbið. Ég var að selja Ísland, kynna það, bæði sem ferðamannaland og viðskipti, en fekk að búa í New York, mér finnst það frábært. Þannig að Og þú fórst í skóla í Washington. Já. Georgetown. Þekktur skóli. Hvernig var það? Það var bara algjörstæði. Það er svona eitt af því sem að hefur kannski fyrir utan að heita manni minn og eignast börnum minn og það allt saman hefur svona mótað mig sem mannesku. Og þar eignaðist ég, við 30 ára útskriftarafmæli núna í maí, og þar eignaðist ég bara svona hluta mínum besta vinahópi, allavega fyrir utan Íslands,
og við 30 árum síðar hittumst margoft á ári og erum endalaust í samskiptum og svona þetta svona styrkti mig í trúnni það að ég ætlaði að vinna við eitthvað sem að tengdist svona alþjóðasamskiptum. Þú eignast góða vini og þú hefur einhvern veginn sagt frá því og það hefur verið sagt frá því að núverandi Spánarkonungur var þarna, hvað segum við, skólafélagiðinn? Já, við vorum saman í skólanum og erum, ég hef lengi ekkert verið mikið að tala um þetta en hann sjálfur farin að tala um þetta, hérna kom í heimsókn til OECD og svona uppljóstraði leyndarmálinu sem ég hélt alltaf að vera leyndarmál. Þannig að hérna, það við erum góðu vinir. Bæði í þessum hópi en svo líka bara í hérna smærri hóp. Já, þannig að hann var prins þegar þið kynntust. Hann var prins þegar við kynntust. Hann kom í skólan árinu eftir mér og þetta er 2 ára nám en þessi 2 árgangar eða hópurinn okkar er hérna úr báðum árgangunum og hérna og þetta bara einhvern veginn small og þau eru öll búin að koma til mín hingað til Parísar þegar ég átti afmæli fyrir 2 árum voru 55 og hérna og það vildi þannig til að þau ásamt íslenskum hópum vísvegar hérna úr lífinu þannig að hér var bara mikið gleði, kátt í hallinni. Gerum ekki lítið úr íslensku viniðinum en það hlýtur samt að vera sérstætt að vera með konung einhvers lands, einhvers ríkis svona, er það ekki? Spyrum maður sem lítill Íslendingur? Já, veistu það er nefnilega svo dásalegt. Ég meina, auðvitað erum við opaslega stolt af honum og hann er náttúrulega hérna að gera frábæra hluti og er bara einstaklega góður maður. Að hérna, við kynnumst honum bara sem skólafélag og það er það sem er svo fallegt við innan hóp og við okkar vinskap er að þarna getum við bara orðið aftur vilsingarnir sem við vorum þarna fyrir 30 árum. Og okkar samband er þar. Þú veist, það verður aldrei hérna, hvorki finnir síðar nokkurt okkar birt hérna, myndir eða verið með, þú veist, það bara, það þarf ekki, það gerist ekki. Þannig að hérna, hann veit að hann getur verið bara hérna, hann sjálfur í kringum okkur og án þess að nokkuð fara að hérna, gerist í því. Þú nefndir að þú hefur verið að vinna hjá útflutningsráði með aðsetur í New York fyrir allmörgum ára síðan. Já. Og að kynna og selja Ísland. Núna ertu fulltrúi vissulega Íslands þó að það hafi kannski ekki verið ráðin sem slík hérna í þetta starf. En vekur Ísland ekki alltaf eitthvað svona áhuga hjá fólki þegar þú ert að hitta fólki í þínu starfi? Hefur fólk áhuga svolítið að spyrja það landið? Mjög mikið. Já. Og það er svo skemmtilegt ef fólk er annarkvort nýkomið frá Íslandi eða á leiðinni eða er með það á listanum sko. Og hérna og þess að leigubílstjóri minn hérna sagði það sama. Já, það ekki. Jó, hann er á leiðin til Íslands. Er á leiðinni, já. Nákvæmlega. Það er alveg ótrúlega mikið og hérna og gaman bara Ísland er með svona það er gott umtal. Það er fólk ber virðingu fyrir land og þjóð. Ég held að sjáu svona segluna og svo náttúrulega náttúran og náttúrufegurðin. Og ég hef meira segið að tekið að mér hérna í fyrra sumar. Þá var 92 ára þá, 93 ára í dag, snillingur, hún heitir Enrique Iglesias, þó ekki söngvarinn og ekkert skildur Julio. Fyrrverandi utanríkisráðherra Úrúgvæ, fyrrverandi framkvæmdastjóri UN ECLAC sem er Sameinuðu þjóðastofnunin sem ég nefndi sem er í Chile, fyrrverandi forstjóri og formaður stjórnar Inter-American Development Bank, þróunarbanka Suður-Ameríku. Hann er mega nafn og mikill vinur hérna OECD Development Center og þannig að hann kom hérna til mín og satt hérna bara það sem þú sagst því ég var rétt nýtekin við og sagði bara ég er bara komin hingað til að segja við þig elsku Ragga, ekki gleyma Suður-Ameríku og ég lofa hann því og svo hefur við alltaf hist reglulega. Hann til dæmis er búinn að þekkja, hann býr hálft árið á Spáni og hálft árið í Suður-Ameríku, Úrúgvæ, þekkir hérna vinn minn á Spáni mjög vel og búinn að þekkja síðan hann var bara
lítill, þannig að við hann sameiginlega, nema hann býður mér í mat í Madrid einhvern tímann í fyrra sumar og segir við mig, Raka, veistu, ég verð að komast til Íslands, þetta eina landi í Evrópu sem ég á eftir. Og ég segi bara, heyrðu, ég skal vera bara gæt, láttu mig bara vita. Og þegar maður 92 ára, þá tekur maður bara upp símann og segir, og þá sagði hann, hvernig ertu í lok ágúst? Þannig að þá bara, tók ég mig frí í vinnunni, fór til Íslands og keyrði með hann 5.000 kilometra á nokkrum dögum Ísland, alveg í dásamlegu. Þannig að maður tekur að sér ýmislegt og maður sé ekki endilega fulltrúi Íslands, þá náttúrulega Íslendingurinn alltaf í forgrunni. Þannig að finnst þér Ísland standa, myndum við segja, sem svona kannski ferðamannaland og ímynd Íslands standur það frekar sterkt, getur maður sagt? Já. Algjörlega. Svo eru svona hlutir eins og hinn viðfræða PISA-könnun sem gerir alltaf miklu umtali. Þar getum við vissilega gert betur, en á öllum helstu mælikvörðum sem OECD er að mæla. Og þarna er verið að bera saman ólík lönd og bæði hvernig við gerum hlutuna og hvernig útkoman er. Á vel flestum, ef ekki öllum mælikvörðum erum við alltaf ofarlega. Og það er líka svo hollt stundum að koma sér út úr umræðinu á Íslandi sem getur verið góð og uppbyggileg, en svona þegar maður horfir á þetta utanfrá þá er verið að lýsa og umræðan er oft þannig að það er alltaf vonarvöl og svona meiri lögð áherslu á að skoða hið neikvæða heldur en hitt. Og þegar maður er í því að bera saman lífsgæði landa þvert á skalan frá þeim bestu til fátækustu landana, þá sér maður að auðvitað er þetta ekki rétt. Þannig að það svona hryggir mann að horfa á að við skulum ekki geta einhvern veginn sameinast það að taka höndum saman og færa okkur fram. En eins og ég segi, pólitík er skrítin tík. Ég bæði, eins og ég segi, verið að vinna því að koma málum í gegn í ríkisstjórn og við að rífa þau niður í stjórnarandstöðu. Þannig að ég er ekki að segja ég sé alls saklaus, en þetta það er kannski bara maður er orðinn svo rosalega gamall og reynslu mikill að maður sér að það er hægt að gera þetta betur. Förum aðeins aftur, nokkur ára aftur í tíman, þú varst ráðherra, búin að vera nærri áratug á þingi, minnihluta og meirihluta, gaman að vera ráðherra. Svo kemur prófkjör og það endar ekki alveg eins og þú vildir. Og hvað, þú hættir svo bara? Já, ég tók bara þau skilaboð frá kjósendum í Suðurkjördæmi, sjálfstæðismönnum í Suðurkjördæmi, alvarlega, alveg eins og ég hafði fagnað stuðningi í 2 prófkjörum áður. Þannig að mér fannst það bara rétt. Ég náði ekki þeim árangri sem ég stefndi að og ákvað bara að þá væri þessum tíma í mínu lífi lokið. Og auðvitað á þeim tíma hefði maður að vilja að þetta færi að öðruvísi, en núna því ég lít tilbaka þá er þetta bara enn eitt púslið í lífspúsluspilinu. Þetta átt að gerast. Þetta átt að gerast. Nei, og það var mjög gott eftir. Þá svona fæ ég að vera í ati í 24 tíma sólarhring í 20 ár. Þegar maður fer svo út úr því, þá finnur maður hvað þetta var mikið. Ég er komin í þetta at aftur núna, þannig að þú veist, það er ekki eins og ég sækist ekki í það. En það var svo gott. Ég hætti 2017, ég byrjaði hér 2021 og ég er að gera bara alls konar hluti þannig milli. Ég er í stjórnum, ég var framkvæmdastjóri Evrópsku kvikmyndaverðlaunanna, ég var að vinna með norrænu ráðherranefndinni að skoða hvort að það væri fýsilegt að gera svona sameiginlega norræna ferðamálastefnu. Allt hlutir sem voru í svona mínum málaflokkum í ráðuneytinu. Og fékk þar, var að vinna hjá nýsköpunarfyrirtæki sem var að algjörlega frumstigi að framleiða eða þróa batteri úr áli
fyrir rafmagnsbíla og annað. Þannig að þú veist, ég var út allt, réð mér sjálf og á sama tíma og til dæmis pabbi minn var þurfti á mér að halda eða á okkur fjölskyldunni, gat sinnt í, þannig að þetta púsl var bara svona kannski meira púsl heldur púsl að sem að gerði það verkum að svo fór ég að líta kringum mig og sé þessi tækifæri sem ég er núna að upplifa. Þá er ég svo tilbúin aftur að fara í atið. Þannig að jú, auðvitað hefði maður vilja rústa prófkjörinu og það er svona eitt og annað sem að betur hefði mátt fara þar og er seinni tíma saga. En ég er ótrúlega sátt í dag. En vil samt taka það fram að pólitík, að það er oft talað mjög illa hana, þetta er ótrúlega mikilvægt, þetta er ótrúlega skemmtilegt, þetta er ótrúlega krefjandi og allt sem fylgir því, en þetta er þetta mest gefandi sem að maður gerir. Og þegar ég lít tilbaka, til dæmis bara með fyrstu verkefnum mínum í fjármálaráðuneytinu sem aðstoðarmaður fjármálaráðherra, var að koma að og leiða að mörgu leyti breytingar á fæðingarorlofslögunum sem að tóku gildi 2001, sem að mínum mati, og ég var í gær með viðburði í OECD jafnréttismál, þar sem að Ísland er alltaf á toppnum og ég vil meina að þetta hafi verið eitt af stóru skrefunum og þegar maður lítur tilbaka og maður á eitthvað svona þátt í að breyta samfélaginu til góðs, það er bara það sem að toppar allt öll leiðindi. Það er ekki leiðilegt að þykja góð matur eða? Nei, það er vist alveg ómikilvægt. Maður þarf að passa kannski viktina. Það er auðvitað að missa sig í þessu, sko. Það er gott að hafa luppa til þess að bíða mann út á daginn. Taka nokkra kílómetra með hann. Þú að fíla þetta jafnvel og frúin? Búa hérna? Elska þetta. Algjörlega, finnst þetta dásamlegt. Frábært tækifæri. Nú er það búin að vera í 3 ár og við erum allavega 3 ári viðbót, þannig að við erum allavega 6 ár og ég hlakka bara til næsta fyrir ekki ára, sko. Meiri háttar. Fylgistu vel með pólitíkinni og getur hugsað að koma aftur einhvern tíma? Ég fylgist með úr fjarlægð. Ég skipti mér ekkert af. Ég ákvað af því að það voru margir fyrrum stjórnmálamenn meðan ég var í stjórnmálunum sem að voru með of mikil afskipti, voru of mikið að skipta sér af, voru of mikið að koma sínum skoðunum á framfæri. Ég héti að þegar ég myndi hætta í pólitík, þá væri ég bara hætt og leyfa því fólki sem er á sviðinu að taka sínar ákvarðanir og án afskipta. Ég er oft spurð og þá bara í prívat samtölum. Það er sumt sem að mér líkar við og sumt sem mér líkar ekki við, en þú sér mig ekki setja status á Facebook eða blanda mér í neitt sem að er pólitískt, en ef ég hef eitthvað fram að færa þá hringi ég bara í viðkomandi og segi eða sendi skilaboð. Þannig að ég er hætt. Maður á aldrei að segja aldrei, en ég á ekki vona því að ég snúi aftur í stjórnmálin. Þetta var gott, en ég sé mig frekar halda áfram í því sem ég vil gera.